Rís, húsasmiðjan. Komið sæl. Það eru ósköp litla breytingar svona næstu dagana hjá okkur, þannig að þetta gæti nánast verið svona þessi korti hérna. Þetta er það sem gildir hátíð á morgunum, fyrir nú betur yfir þetta aftur og eftir, en þetta er nánast staðan sem verður næstu daga með svona örlitlum blæbrigðum. En við skulum þá byrja á því að líta hér á stóra Atlantshafskorti hjá okkur og það sem stýrir veðrinu er þessi stóra lægð hér suðvestur í hafi og hún gerir ósköp lítið annað en kannski þegar líður á morgundaginn þá færist hún örlítið sunnar og fyrir að grinnast og þar af leiðandi gleikkar á milli þrýstilína hjá okkur og vindlægir. Þannig að það er svona svo þessi litla bóla hér sem er hérna milli Íslands og Norður-Noregs að hún hins vegar færi sér norður eftir og vindátt verður því norðlægari. Þannig að það er svona eiginlega eina breytingi sem heiti getur. Það er komið býsna mikið af svona, við sjáum hérna út í blikt og fjólublátt hérna fyrir norðanland og þetta er náttúrulega býsna kalt loft sem er þá að sækja að okkur en það svo sem hérna á sunnanverðurlandinu eru breytingarnar mjög litlar. Þannig það er kalt og býsna kalt inn til landsins fyrir norðan en litlar breytingar samt sem áður. En við lítum þá á veðrið hér í kvöld, nótt og fram að hádegi á morgun og við sjáum hérna litla hæðarhrygg hérna á norðausturlandi og smá élaganga á þeim slóðum. Það gæti komið einhver smá él á norðanverðurströndum líka en aftur á móti nokkuð bjart hér á sunnan- og vestanverðurlandinu en skýjað aftur á móti víðast hvar þá fyrir norðan og austan. Eins og áður segir þá er þetta hádegistölurnar hérna, það er svona kalt, svona nokkuð víða, sérstaklega inn til landsins fyrir norðan og norðausturlandi. Svona norðlæg, norðaustan, ekkert mjög hvasst, 5-13 metrar eða svo og það gæti nú kannski skriðið upp undir frostmark þar sem það er gott skjól og sólarnýtur hádaginn á morgunin en það er hins vegar víða niður undir 10 stig frostið allavega aðra nótt. En síðan lítum við þá á þróunina áfram og það er eins og áður sagði, þetta er óttalega litla breytingar. Élagangurinn er einkum bundinn við norðausturhornið, nær svona af og til aðeins inn á Norðurland en ekki í neinu magni samt sem áður. Þannig að þetta er í raun róleita veður og þá á hádegi á mánudag er þá staðan eitthvað þessu lík og þetta er mjög áþekkt og hefur verið undanfarna daga og verður á morgun og var í dag. Þannig að það er lítið annað en að bara rúlla þá yfir og sjá þróunina yfir til þriðjudags og þetta er í raun sami grautur í sömu skál. Það er kannski einna helst að svona örlítið meiri hæðarhryggur yfir landinu á þriðjudaginn en að öðru leyti er ósköp rólegt. Það gæti orðið örlítið meira skýjað svona af og til. En svona heilt yfir er býsna bjart hér á sunnan og suður og suðvesturlandi sérstaklega. Aðeins meira skýjað á norðvesturhorninu þarna. En leið og verður aðeins meira skýjað þá náttúrulega dregur svolítið úr frostinu í leiðinni. En þetta er ekki stóri munurinn á milli daga. En á miðvikudag hins vegar þá er gert ráð fyrir að lægðin geti ýtt hérna skilunum svona langleiðina upp á landinu, jafnvel örlítið inn á land. En það kemur nú betur í ljós þegar nær dregur hvort að það af því verður eða ekki. En annars er þetta ósköp svipað veður og verið hefur. Þannig að við skulum þá fara yfir til Evrópu og sjáum hér að það gæti náða einhver smá él inn Oslofjörðinn og gefið þar en þessi skil sem liggja við Bretlandseyjum og inn á Biskajaflóann gefa hins vegar töluverða úrkoma á þeim slóðum. En lægðin sem var hér fyrir 2 dögum einmitt við Portúgal og Spán, hún er komin hérna yfir til Búlgaríu og Rúmeníu og er á leiðinu austur. Ítalía er svona óðum að koma undan þeim skilum en næstu eru bara á leiðinni þannig að þetta er búið að vera svona undanfarna vikur. Þannig að Íberíuskaginn sem slíkur hann sleppur ágætlega einhvað skúraloft hérna í norður Portúgal og norðvestur Spáni en að öðru leyti ágætasta veður. Og á Kanarí er veðrið áþekkt og verið hefur. Kannski heldur ákveðnari svona 8-13 metra kannski svona sumstaðar en ágætlega bjart og þokkalega hlýtt þannig að þykir þokkalegasta veður á þeim slóðum. Og svo fyrir við þá yfir til Norður-Ameríku. Það eru hérna nokkra smálægðir. Þessi gefur nú staðbundi býsna mikla úrkomu hérna í suðvestur hluta Bandaríkjanna. Þannig að en aftur á móti bjart eins og í Texas skúraleiðingar ennþá í Kaliforníu. En svo sem ekkert merkilegt veður annars. Það er stokkalega milt mjög víða. En ef við endum þá því að skoða hér Íslandskortið okkar aftur fyrir hádegi á morgun. Að þá er bjart hér á sunnan- og vestanverðurlandinu. Skýjað á norðausturhorninu og einhver smá él. En fremur kalt. Við látum þetta á þessu loki hjá okkur í kvöld. Verið þið sæl.